sem Drottinn hefur gjört. Í Filippibréfinu 4:4 hvetur Páll postuli okkur að vera ávallt glöð í Guði. Tökum því ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Jesús segir að ekki sé til meiri kærleikur en að leggja líf sitt í sölurnar fyrir náunga. Tökum því Jesú til fyrirmyndar og iðkum það iðulega að vera góð við hvort annað. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við hvetjum alla til að nýta tímann og deila samkomunni áfram. Einhver að núti þarf á uppörvun og hvatningu að halda í dag, svo við viljum hvetja þig til að vera blessun fyrir aðra. Drottinn blessi þig.
Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. I hear the chains falling. 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 You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chasens me down, fights till I found leaves and I deny. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me.
been so, so good to me. All the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found reason 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, that you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Í famni þér enda mér með þinni sterku hönd þegar hafið rís og stormur hvíl hefur þú mig upp og gætir mig. Það flóðið höfða fyrir þér. Þú ert minn Guð, hljóður ég.
imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Day come when I found myself standing in the sun. I can only imagine where my love would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I stand? Hallelujah. Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine.
Amen. Hvað getur maður sagt eftir svona? Hjálpi mér, dýr sé Guði. Það eina sem ég getur sagt, bara dýr sé Guði. Ekki yndislegt að hann góður? Jafnvel þótt að við séum ekki fullkomin, þá hann alltaf góður. Hugsa ykkur að tilheyra Guði sem bara svona frábær. Mér finnst ég svo lánsum í dag, þegar ég var að hugsa það þegar vorum að syngja lagið Still. Það er einmitt þegar vindurinn kemur og stormarnir blása og við upplifum okkur smá í okkur sjálfum. Hvað við finnum hvernig kraftur Guðs magnaður. Því að kraftur Guðs fullkomnast í okkar veikleika. Og mér langar að segja þetta aftur, kraftur Guðs fullkomnast í okkar veikleika. Við þurfum ekki að kunna allt eða geta allt. Það er svo gott að hvíla í Guði í öllum hlutum. Veist, ég ekki með svörin við öllu. Veist, alltaf svo dásamlega þegar fólk kemur og spyr mig eitthvað svona ofboðslega meaningful og vill að ég kunni öll svörin. Ég ekki með öll svörin, vinir. Og ég þarf ekki að vera með öll svörin. En ég þekki eitt sem með öll svörin. Og hann besti vinur minn. Og hann getur verið besti vinur þinn líka. Hann bara svo stutt frá okkur, vinir. Það bara ein lítil bæn sem opnar veginn á milli þín og hans. Og Biblían talar ef þú bara trúir í hjartanu og játar með vörunum, þá myndu hólpin verða. Þetta svo einfalt, gott fólk. Og í dag stendur hann við þína dyr og hann stendur við mína dyr. Hvað sem við erum að ganga í gegnum, kannski það eitthvað sem opaslega snúið eða. Þá bankar hann á dyrnar og hann segir, má ég koma inn? Og málið með Guð, málið með Jesú, að hann herramaður. Hann mun aldrei tróðast inn í líf þitt. Hann mun aldrei gera eitthvað sem að þú ert mótfallin. Þess vegna svo mikilvægt, vinir, að þegar við heyrum hann banka, að við opnum dyrnar og við hleypum honum inn. Því hann stendur við dyrnar og hann bankar á. Og sá sem eyra hefur, hann heyrir það sem andinn segir söfnuðinum. Má ég heyra amen. Þannig að Drottinn blessi okkur. Ég veit að það COVID, fullt af fólki heima sem að treysta sér ekki til að mæta á samkomur, en hér erum við. Og það gott að sjá okkur. Mér langar til að biðja okkur að rísa á fætur. Við ætlum að taka samskot. Og ef að þú vilt taka þátt, það COVID eða ekki COVID, það eru reikningar sem halda áfram að birtast í heimabankanum, mér til mikilla furðu. Þá endilega taki ég þátt, engin skildugur, engin. En það blessun að gefa. Og það blessun að gefa hvað sem ef við gefum kærleik okkar, ef við gefum að tíma okkar, þá það blessun. Og Guð, hann blessar ríkulega þá sem að gefa af sér með einhverjum hætti. Það með ángur til þess að biðja. Drottinn, ég þakka þér fyrir náð þína miskunn og trúfesti. Ég þakka þér fyrir það að þú stór og þú mikill og þú gerir furðuverk. Og ég bara blessa þig í dag og ég þakklátt fyrir að fá að tilheyra þér. Ég þakklátt fyrir að þú elskar mig og þú elskar einn og sér hvern sem hér í dag, Drottinn, og alla þá sem að horfa. Drottinn, ég bara þakka þér. Og ég vil meira af þér. Ég ætla að opna dyrnar fyrir því sem að þú vilt gera í dag. Og ég bið í Jesú nafni. Allir liðnir sagði. Amen. Ég kem til þín í lofgjörð og syngja þér minn söng. Söng dýrð og heiður fyrir allt sem gafstu mér. Þú gafst lífi mínu tilgang, lífi fullri gnægð. Og nú ég þrá að syngja með mér lofsöng Herra kær. Þú faðir alls sem lifir, upprisin í þér. Þú sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag. Og þú leystir allir þótt með frels og þinni lausn. Nú ég geng með þér hvern dag og hverja stund.
Takk Jesús, hvernig væri að gefa þessum snillingum gott klapp. Þið fóruð á kostum, Árni Óli, hvar hefur verið að fela þessa rödd? Róum okkur í gleðinni. Þetta var magnað, algjörlega. Ég með frábært þakkarefni hér í dag. Daniel, sem hérna hjá okkur í kirkjunni, sonur hans veiktist mjög heiftarlega, fékk heilablæðingu og er með nokkra blóðtappa við lungun og hann á blóðþynningarlyfjum sem að gerir þetta mjög snúið með heilan og það allt saman. Og hann lamaðist, önnur hendin, annar fóturinn lamaðist og við sendum út bæna ákall í gær og aftur í morgun. Svo var hann að senda mér post. Hann fann að hreyfa löppina og ég hugsaði bara, vá, ég er búin að hafa þetta svo mikið á hjarta mínu og það er svo nauðsynlegt að þegar það er beðið fyrir og það koma, það kemur bænasvar, þá er svo mikilvægt að láta vita. Þannig að við erum trúföst að láta vita út af því að það eflir okkur. Það er trúar hvetjandi og hann er svo bjartsýnn og hann er svo ánægður. Þannig að ég gat ekki annað en bara tárast rétt fyrir samkomu. Guð er með þetta. Amen. En við ætlum aftur að bara standa á fætur. Og það er gott að standa og sitja. Bara gott fyrir blóðrásina. Við ætlum að fá að heyra Guðs orð og mér langar til þess að hvetja ykkur. Til þess að setja hug okkur og hjarta á það sem að Halldór, vinur minn, algjörlega frábær kennari, frábær predikari, hann er að tala til okkur í dag. En það er svo mikilvægt, og ég sagði áðan, að opna hjarta sitt, taka við því, hafa opið hjarta. Og ekki bara nóg með það, þegar þið farið heim, hugleið það sem hann sagði. Hugleið, biðji fyrir því og athuga hvort að eitthvað hlut af þessu eigi við eitthvað í ykkar lífi og svo er svo mikilvægt að tilenga sér það. Og það er þetta líf í gnægð þegar við tökum framförum á göngunum með Guði. Það er það sem að Drottinn þráir. Þannig að við ætlum að gefa Guði og við ætlum bara að gefast upp fram fyrir honum. Það er gott að lyfta upp höndum fyrir þá sem vilja. Drottinn við bara komið fram fyrir þig. Og Drottinn ég gef þér rými í dag. Drottinn ég þrá að heyra það sem að þú hefur að segja. Og Drottinn ég bið fyrir einum og sérkunni hér og öllum sem eru að hlusta. Ég bið að við mættum opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja við okkur. Og Drottinn ég bið fyrir Halldóri. Ég bið að gefa honum orð að mæla sem skiptir málin í okkar kringumstæður í dag, Drottinn. Að við mættum ekki bara heyra, heldur að við mættum gera, Drottinn. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Það held ég nú, Halldór minn. Gjörðu svo vel. Það er rosa heitt hérna. Ég hef ekki aðeins opna út. Góðan daginn. Og þið sem eruð að hlusta á netinu einhvers staðar, verið velkomin á samkomuna hjá okkur. Menn gæla við það núna að COVID sé undanhaldi, allir menn eru að vona það. Það var eitthvað fækkun í smittum og svona framvegis. Og við skulum bara treysta því að það haldi áfram í þá veruna. Fyrir þau ykkur sem er heima í rauðun, eru búin að halda ykkur heim út af COVID. Við erum enn að halda regluna okkar hérna. Ég sé að fjölskyldur geta setið saman og svo eru kannski með 1 metra á milli og það er pláss fyrir nokkur í viðbót. Ef þið viljið koma. Ef þið eru óörugg með ekki taka neina sénsa, en það er ennþá pláss. Og þannig að ef þið viljið koma. Nú. Þeir sem hafa verið að hlusta á okkur, hvort sem er hérna í húsinu eða á netinu, kannski áttu ykkur á því að við erum með svona ákveðna blöndu, því þau erum að tala við Sigurbjörg og fleiri. Við erum með þessa blöndu innra lífið, Krist í þér. Það er að hver og einn einstaklingur lifir andlegu lífi, er kallaður af Guði og Guð fyllir andamannsins. Kristur kom og kveikti þennan Guðs neista innra með hverju manni. Og það er nokkuð sem er faktisk það dýrmætasta sem við getum nokkuð til eignast og við tölum mikið um það. Á sama tíma erum við með safnaðarstarf, landið okkar með fullt af kirkjum, heimurinn með fullt af kirkjum.
bara gleði ykkur með því sem það voru eitthvað efast það að kristindómunum væri ekki nógu mikið vaxandi, að það engin trúarhreyfing í heiminu sem vaxið hratt eins og kristni kirkja. Og svo það gleðiefni. En mér langar til þess að við ræðum örlítið núna mjög skrítið vers sem tengist þessu, og við höfum nefnilega verið að skoða hvað kirkjan, og þá erum við að tala okkur og alla aðra kirkjukrist, hvar erum við stödd? Og þá ég ekki að segja, já, við erum 2020 með COVID, heldur, hvar erum við stödd í ferðalaginu okkar, þessari ferð sem að Guð kalla okkur til þess að vinna hans starf og hans verk, hvar erum við stödd í þessu? Og hvað getum við lært? Hverju þurfum við að breyta? Nú tímamót í heiminum, það tímamót í lífi allra í dag. Það tímamót í lífi þjóðana, það tímamót í lífi fyrirtækjana, það tímamót í lífi safnaðana, það tímamót til þess að skoða hjarta sitt, skoða stöðun og segja hvert erum við að fara og hvað erum við að gera. Svo ég ætla að líta núna með okkur í vers sem eru dálítið sérstök. Það Jesús sem að tala, og það í Lúkasar Guðspjalli. Þið þekkið þetta sum kannski, önnur ekki, það skiptir ekki máli, og síðan ætla ég að fjalla þess þau. Það í lagi? Smá stund. Það Lúkas 16:16. Þetta mjög sérstök vers, en það mikill sannleikur og mikið í þau spunnið. Lögmálið og spámennirnir ná fram til Jóhannesar. Þaðan í frá flutt fagnaðarerindi Guðs ríkis, og hver maður vill ryðjast þar inn. Það sérstök vers. Lögmálið og spámennirnir ná fram til Jóhannesar. Ekki Jóhannes í bónusheitin, annar Jóhannes. En frá Jóhannesi sem sagt það fagnaðarerindi Guðs ríkisins. Þessi Jóhannes sem verið að tala Jóhannes skýrari. Og það Jesús sem að tala, og hann að segja að tímabilið sem Guð var að vinna á jörð, og allt tímabilið fram að því að Jóhannes fættist, þar Guð að vinna í gegnum lögmál og spámenn. Og nú því að sýna ykkur það. Það þessi hérna kafli í Biblíunni. Þetta nýja, þetta gamla. Þetta gamla testamentið. Og þegar Biblían talar lögmálið, þá hann ekki bara að tala boðorðin 10, hann að tala Tóra, eða Mósebækurnar 5. Þeir sem að lesa gamla testamentið, þeir finna þar fyrstu Mósebók, aðra Mósebók, 3., 4. og 5. Það lögmálið. Síðan fara þeir í spádómsbækurnar, bækurnar þessi spámennir að tala, það tala stóru spámennina og litlu spámennina, það ekki vegna þess að þeir eru stóru eða litlir eða höfðu eitthvað lítið, og alls ekki að þeir höfðu eitthvað minna að segja, það bara minna voljum, minna magn hjá þeir litlu spámennunum, meira magn hjá hinum. Og þá verðum við að spyrja okkur, vegna þess að trú okkar, kristni trú, byggð á Jesú Kristi. Hún byggð á því sem hann sagði, byggð á því sem hann gerði, byggð á því hver hann sagðist vera, hver afleiðingar þess að hann sá sem hann sagðist vera. Og þess vegna verðum við að hugsa, hvað hann að segja? Og hvaða máli skiptir þetta fyrir okkur í dag? Skiptir þetta bara einhverju máli? Eða þetta bara eitt af þessum versum sem við lesum og segjum, þetta athyglisvert af Jesú hérna, lögmáli á fram að Jóhannesi, en eftir það fagnaðarerindi Guðs ríkis, og hver maður vill ryðjast inn í það. Og þá kemur spurning dagsins. Hvenær síðast sástu fólk ryðjast inn í kirkju Krists? Það var bara, vildu allir koma inn. Það bara var ekki pláss, þurftum bara að vera útisamkomur. Það bara ruddist inn fólkið. Hvenær? Mér stættir í.
Ég man eftir þeim tíma að hundruður manna komist til trúar á Íslandi á örstuttu tímabili. Ég get ekki sagt að þeir hefur ruðst inn í húsin eða ruðst inn í Guðsríkið, en þeir komu, það var eitthvað að gerast. Ég man eftir þeim, en ef að staðan er svo að Kristus sagði að þegar fagnarandi Guðsríkis er boðað, að þá munum við bara bíða eftir og fá að ryðjast inn. Þetta er í takt við það sem við erum búin að tala svolítið undanfarið það að ef að fólk sæi bara Jesús í sinni tærustu mynd, fyrir hvað hann stendur, hver hann og svoleiðis, þá elskar það Jesú. Jesús er aldrei vandamálið. Það er allt í kringum hann sem við erum búin að gera sem er vandamálið, ef það er vandamál. Við erum búin að búa til hluti. Við erum gjörn á að gera þetta. Við erum gjörn á að hlaða svolítið í kringum okkur, smátt og smátt hlest þetta, og við erum að tala að það er búið að hlaðast í kringum kirkju Kristi, kringum Kristi aldir. Og þetta einhvað sem hefur hlaðist inn er ekki endilega það sem að ég er ekki, og til þess að misskiljum ekki, ég er ekki að segja við höfum ekki að nota neitt af því sem er, bara langt í frá. Ef að ég væri að segja það, þá myndi ég ekki hafa mættin í dag. Því þá myndi ég ekki vilja standa hérna með öðrum og lofa Guð, ég myndi ekki vilja hafa hljómsveit, því þetta er allt bara, Jesús hafði enga hljómsveit, þess vegna að ég ekki hafa neina hljómsveit. Ég er ekki að tala það, bara langt í frá. Og ég er ekki að tala það að öll kirkja Kristi algjörlega ómögulegu öllu því sem hún hefur tekið sér fyrir hendur, eða allt það sem við erum með, núna eigum bara að losa okkur við. Ég er ekki að tala það. Ég er að tala eins og það að við sjáum í gegnum það sem að við erum búin að hlaða og komum auga á kjarnan. Komum auga hvað þetta snerist og hvað Kristur var að meina og hvað er það sem okkur vantar til þess að fólk ryðjist inn í Guðsríkið. Því í frumkirkjunni þá gerði fólk það. Það ruddist inn í Guðsríkið. Þau breyttu rómverska heimsveldinu, þessi sértrúarsöfnur í Jerúsalem. Þau bara breyttu rómverska heimsveldinu. Þeir héldu þeir væru búin að losa sig við þetta költ þegar þeir drápu leiðtogann, en það var bara rétt að byrja. Það fór alltaf flug í kjölfarið. Hvað var það? Það sem gerist þarna og Jesús er að vísa til skiptir öllu máli, og ég ætla aðeins að eyða því það nokkrum orðum og draga þetta svo saman hvað við getum lært af því sem hann er að segja þarna. Þegar Jóhannes skírari kom, þá var umskipti á boðun Guðs orðs. Það breyttist það eftir það kom fagnarerindið, það breyttist hvernig boður Guðs myndi vera flutt fram, en ekki bara það, heldur krafturinn sem þeim fylgdi. Krafturinn sem fylgdi boðun Guðs. Og við erum ekki að tala að umskiptin hafi verið þannig að, og þetta er nú eitt líka, þetta er mjög vinsælt í dag í heiminum, sinnum vestræn heimi. Við erum á móti gyðingum. Þú veist, og Gamla testamentið og lögmál og spámennið, þetta er bara búið, þetta er dautt, og Jesús er kominn og þess vegna, nei, ég er heldur ekki að tala um einhverja andgyðinglega kennslu. Það er bara svo langt í frá. Bara gleymi því. Sumir vilja meina það. Bara Kristur kom bara í staðinn fyrir allt hitt og það er bara, hann gerði það engu. Nei, hann elskar gyðingarna sjálfsögð eins og alla aðra menn. Og ég skal lesa fyrir ykkur versu eftir sem sýnir ykkur bara hvað hann gerði við þetta allt saman. Kemur þig eftir, vonandi. Sjá hvernig tíminn gengur. Fagnaðarerindi Jesú Krist ánefnilega gyðinglega rætur. Það vill þannig til að frelsarinn okkar er gyðinglegu Messías. Vestræni menn eru búin að reyna að breyta honum oft. Hann hefur verið ljósarður og bláeygður og hann hefur verið allavega. Þú veist, og hann búið að teikna núna á mjög skemmtilega eða hann ekki hátt. Hann er ekkert líkur þessu, neina þessu. Hann er bara ekkert líkur þessu. Hann er gyðinglegu Messías og sagan hans og samingi sem hann kom inn í skiptir öllu máli fyrir framhaldið og okkar trú. Skiptir öllu máli. Það er ekki grunnurinn okkar trú,
Hann grunnurinn okkar trú, en það skiptir máli í samhenginu. Málið það að við þurfum að hætta, það fyrsta leksía í dag, við þurfum að hætta að breyta Jesú og gera hann eins og við erum. Við erum svolítið í því. Þú veist, við erum svona og Jesús allra og þess vegna hann svona fyrir okkur og hann einhvern veginn öðruvísi fyrir aðra. Ég skil þessa merkingu, ég skil þessa hugsun, en það gengur ekki út af það að breyta honum. Við eigum hins vegar að breytast til að vera eins og hann. Því hann ég þora fullera, sá fyrsti sem kom með kennslu, framkvæmd, kærleika, umvafði alla etníska hópa, alla hópa, mismunandi hópa jarðis og sameinaði þá í honum, í sjálfu sér. Það hans markmið. Náðu þessu. Hann sameinar allt jarðríkið, allt mannkynið í sér. Sama hvernig það lítur út og gerir þau eins og hann. Þá ekki að meina að hann gerir þau öll brún. Hann gerir þau í hjartanu eins og hann Hann breytir hjarta mannsins. Munið eftir litlu sögunni sem var sögð hérna í gamla daga þegar kommunismin var sem, það fór mikið fyrir honum í Austur-Evrópu og það var einhver sem sagði Karl Marx vil gefa öllum mönnum nýjan frakka. Og þetta þýddi náttúrulega bara eins og það stóð fyrir. Allir áttu að vera jafnir, þá áttu allir að hafa sitt og það ekki einhver 50 mann sem áttu að eiga frakka og hinir allir fátækir, allir áttu nýja frakka. Ef þetta svoleiðis, þá kristindómurinn svona. Kristur kom til að gera nýja menn í nýjum frakka. Hann kom ekki bara til að gefa frakkan, hann kom til að breyta manninum. Og þegar hann breyti hjartanu, þá gerist eitthvað. Því að ef að hjarta breytist ekki, þá getur verið 10 frökk upp í einu og ekkert að gerast. Ekkert að gerast. Þið náðu myndinni. Trúin okkar nefnilega trú á þennan Messías. Til þess að skilja hvað þarf til þess að menn ryðjist inn, þá þarf að skilja munin á lögmálunum og spámunum og fagnarerindi Guðs ríkisins. Við þurfum að skilja hvað gerðist, hvað breyttist og af hverju breyttist það. Allt í lögmálunum og spámunum, allt í Tóra og spámunum bendir á Jesú. Vitið það? Allt þar, ef þið lesið það í því ljósi að leita að Jesú, þá finnið hann. Ef þið leitið að leita að sögu Ísraels, þá finnið það líka og hún ekkert alltaf rosalega falleg. Það allt annar handlegur. En þið getið fundið Jesú þar alveg í gegn. Síðan, og hann talar það, Tóra talar það og spámennirnir talar það að Jesús muni koma, Messías muni koma og síðan kom hann. Það skiptir máli fyrir okkur að vita og nú ætlum ég að lesa og hlusti og sjáu hvað hann gerði. Efesus, má ég lesa smá kafla? Þetta bara svo stórkostleg vers, ég verð að fara í þá. Ég bara verð. Þetta að leyfa mér það. Ég ætla að reyna að útskýra því leiðinni. Ok, þið þurfa ekkert að fletta upp frekar en vilja, þetta Efesus annar kafli. Svo aðeins bara kryfja þetta og sjá hvað gerist. Þið skuluð því minnast þessa að þið voru upprunalega heiðingjar. Ok. Og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir af holdi með mannahöndum. Þetta eina af ástæðunum fyrir að fólk bara nenni ekki að lesa Biblíuna. Þetta bara eina ástæðan. Hvað er nenni að vera að lesa með einhverja umskorna manna? Ég skil þetta ekki. Bara til að útskýra þessi fyrstu vers. Það þýðir þetta einfaldlega bara það. Það verið að minna okkur á okkur og aðra fyrir utan Ísrael að við vorum heiðingjar. Með öðrum orðum, við höfum alltaf haldið, ég hef stundum sagt það hérna útskýrt að við oft haldið það, ekki oft, bara yfirleitt haldið það að heiðingjar svo ljótt. Þegið hann ekki heiðingjar, þó hann sé ekki eins og þú. Heiðingi þýddi bara þeir sem bjuggu upp í heiðunum. Ég ekki að grínast.
Þeir bjuggu annar staðar heldur en í Ísraeli, í heiðunum. Það voru heiðingjarnir. Og meiri sé enskorðið, the heathens, the heaths, því þeir heiðar. The heaths of Scotland. Og þaðan kemur það, fólk, já, nákvæmlega, þetta málið, þetta voru heiðingjarnir. Og þeir eru bara, og hvað punkturinn með þessu? Hann bara benda okkur á, þið bjugguðu ekki í Ísrael og voru ekki hluti af sáttmálanum sem Guð hefði gert við Ísraelsmenn. Það það sem ég verið að segja. Og þessi sáttmála sem við gerðum við Ísraelsmenn, það nokkuð þungt? Nei, ég að reyna að varpa ljósi á söguna sem skiptir okkur máli. Þeir gengu inn í sáttmála við Guðs með því að fara í umskurð, guttarnir, þeir eru umskornir. Það var merki þess á ytra borði að þeir tilhöruðu þessu sáttmála sem Guð hafði gert. Okay? Þú og ég hins vegar vorum ekki þar. Og fleiri voru ekki þar. Það reyna að fara hraðar hans yfir. Svo segir, svo var tíðin að þeir voru án Krists, lokaður úti frá þegnrétti Ísraelsmanna, bara höfðu engan aðgang að þessu. Og þessi sáttmáli, þetta lögmál, Tóra, var það sem skildi okkur frá. Við höfðum ekki Tóra, við höfðum ekki lögmálið, þeir höfðu sambandi við Guð, Guð var að tala við þá og gera eitthvað fyrir þá en ekkert fyrir okkur. Þannig hljómar þetta. Þeir stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs. Þeir voru vonlausir og Guð vana í heiminum. Þetta falleg mynd. Við vorum bara guðlausir, vonlausir, áttum enga von. Það var engist, Guð var bara að vinna eitthvað í Ísrael og hann var með sáttmála þar og þannig var það. Svo hvað? Þið sem voru eitt sinn fjarlægir eru nú orðnir nálægir. Nálægir hverju? Nálægir Guði. Hann búinn að taka okkur að sér fyrir Krists blóð. Því hann friður okkar og hlustið svo. Hann reif niður vegginn sem skildi heiðingja og Ísraelsmenn að. Pældi því. Það var einhver veggur, við erum ekki að tala vegginn í Jerúsalemborg. Hann segir reyndar hver veggurinn Hann reif þennan vegg niður og skildi fjandskapinn á milli, og skildi að fjandskapinn á milli þeirra. Með lífi sínu og dauða afmáði hann lögmálið með boðunum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann við Guð bæði Ísraelsmenn og heiðingja, tók lögmálið í burtu, sameinaði allt mannkyn jarðarinnar í sér og sagði, við erum eitt mannkyn, eitt sáttmáli fyrir alla menn, nýr sáttmáli sem tilheyrir öllum mönnum. Það ekki allir menn búin að fatta að þeir eiga aðgang á honum. Það alltaf handlegur, en hann allra. Breytir engu hvaða litarhaftið breytir engu hver forsagan breytir engu hver bakgrunninn breytir engu hversu góður maðurinn eða vondur eða neitt. Eiga þetta allir aðgang að þessu. Hvað var fjandskapurinn? Tóra. Og hann tók lögmálið á krossinn og afmáði það. Það þegar geta að segja hann afmáða, ég sé það nú ennþá hérna. Nei, það ekki lengur í gildi fyrir mannkynið. Það ekki lengur það sem að færir okkur inn í sáttmála Guðs. Það Kristur sem færir okkur og hann gerir einn mann úr þeim öllum. Þetta hinni stóru umskipti sem hann að tala Við hins vegar, okkur hætti til að halda okkur í lögmálið. Vitið hvað gerist þá? Ef að við sem kristin kirkja höldum okkur í fagnaðarendi með lögmálið í bland, hvað gerist þá? Vitið hvað við tölum um? Við tölum um fortíðina, hvað Kristur gerði fyrir okkur. Hann dó fyrir alla menn. Það ekki satt? Já, það er satt. Ég ekki að segja sem að skrökva. Hann gerði það. Við tölum líka um fagnaðarendi framtíðarinnar. Hann mun koma í dýrð.
Þetta fókus hjá mörgum kirkjum. Það sem Kristur hefur gert og það sem hann mun gera. En hvað með daginn í dag? Því fagnaðarendi snýst daginn í dag. Hvað er Guð að gera núna? Það það sem kirkjan hefur ekki alltaf kveikt á. Af því hún veit hvað hann gerði og hún elskar hann fyrir það. Hún veit hvað hann mun gera og elskar hann fyrir það. En mitt á milli, hvað gerum við á meðan? Við hittust, biðjum og lofum og bíðum eftir hann komi. Er það eitthvað ljótt? Nei, er ekki ljótt. En það ekki það sem að Jesús var að tala um. Það enginn nefnilega að ryðjast inn í Guðs ríki á meðan. Það bara ekki nokkur sál að ryðjast inn í Guðs ríki á meðan við bíðum. Þannig að okkur að ætla það hlutverk að gera eitthvað í Guðs ríkinu núna. Núna. Jóhannes skýrari, sá sem vitnað í þessi sem að marka þessi tímamót, Jesús, hann lét kalla Jesú, hann heyrði kraftaverk Jesú. Hann lét kalla í hann og sagði, Jesús, ert þú Messias? Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta einhvers annars? Því þá búið lofunum og Jóhannes, sjáu ykkur Jóhannes, það búið handtakan, hann í fangelsun, hann í myrkum fangaklefa og hann að brölta með þetta inni með sér. Elsku kallinn, hvernig heldur hann liði? Hann búið að segja þetta væri hann og þegar hann kemur í fangelsið að þá hann búið munið, hann skýrði hann og heila randi kom yfir hann og allt þetta og svo þegar hann situr að þetta og segja, wow, skildi þetta væri hann. Gleym ekki, þú veist, hvernig átti hann að vita þetta hvort þetta var hann? Hann bara varð að trúa því einhvern veginn. Skildi þetta vera hann? Svo hann lét senda fyrirspurn til Jesús. Þú sá sem koma skal eða eigum að vænta einhvers annars? Því, ef það einhver annar, þá það bara einhver, þá bíðum við bara lengur. En hann kemur. Og hvað gerði Jesús þá? Hverju svaraði hann? Hann náttúrulega sendi 50 blaðsíðna ritgerð til Jóhannesar. Lítið á háskólagráðuna sem ég með. Ég pottið þann. Sér ekki af hvaða mönnum ég komin. Veistu hver langafi minn var? Kom hann ekki með alla þennan pakka? Kom hann ekki veistu hvað ég á mikið pening? Ég get breytt, ég get keypt þetta ríki. Ekkert af þessu sem við mennirnir myndum reyna að stæra okkur af og reyna að samfara Jóhannes að þetta væri núna, já, við erum pottið maður. Ég trúi mér sér sjálfur að ég sé hann. En svo var þetta góður. Jesús, ég held ég trúi bara sjálfur Jóhannes, ég held bara, hann vissi það. Hvað gerði hann? Hann sendir menn til Jóhannesar og segir, segðu honum frá verkunum sem ég að vinna. Segðu honum hvað þú sérð og segðu honum hvað þú heyrir. Og segðu honum að Guðs ríkið boðað og fátækum boðað lausn og Guð ekki að endur þess bara einstaklingin við, heldur þjóðfélagið. Guð kom í Kristi og hann kom ekki bara til að gefa okkur það sem ég sagði hérna í upphafi, þetta innra dásalega líf sem hann gefur okkur, Guðsnestan innra með okkur. Hann kom til að gefa konunum reisn, þrælunum frelsi, fjárhagslega lausnir í fólks. Hann kom til að leysa heiminn af ánauð. Það fagnaðarerindi. Fagnaðarerindi fyrir mann sem ekki á að borða matur. Þegar hann búinn að fá að borða, þá getur hann sagt frá andlegu upplifuninni sem hann getur fengið líka. En hann þarf fyrst og fremst að borða. Fagnaðarerindið frá Guði í Kristi fyrir allt mannkynið, anda þess, sál og líkama. Heilbrigð, heil manneskja. Og heilbrigð, heilt samfélag. Þetta gerist ekki hins vegar nema kirkjan hætti að lifa í fortíðinni eða framtíðinni og lifa í núinu og geti sagt, segðu þeim frá verkunum sem þau sjá. Segðu frá því sem þau heyra. Segðu þeim að fólk læknast, að lamaðir ganga. Segðu þeim að blindir fá sjón. Segðu þeim þetta því að það ég sem að vinna. Munurinn á lögmálinu og hinu, fagnaðarerindinu þetta.
að í lögmál og spámann sem hann kemur. Í fagnarnefndin segir, hann er. Hann er. Hann er ekki að koma, hann er ekki að fara, hann er. Var ekki það nafni sem að Guð gaf Móse, segðu að ég er, hafi sendt þig. Guð er alltaf í núinu. Við erum ekki alltaf í núinu. Við erum stundur rosalega slöffi. Við erum að hafa ágjör á gerðu, við erum að skammast okkur og vera með móralegu gerðu, við erum að hafa ágjör af morgundeginum. Þetta er klassist hjá okkur. Og hvað gerir kirkjan þegar hún lendir í þessari stöðu? Vitið þið hvað? Hvernig lögmálið og spámenninni birtast í kirkjunni í dag þegar þetta er staðan? Birtist í ytra forminu, birtist í húsinu okkar, ritúalinu, liturgíunni, hefðunum, venjunum. Við skulum ekki hafa svona tónlist, við höfum svona tónlist. Þú veist, og setjum nefnd til að ákveða að teppa litin hjá okkur. Ég meina, við erum að gera allt annað og gleymi ekki sem ég sagði þaðan, það er ekkert af þessu. Við megum alveg hafa fallið teppi, við megum alveg hafa fallið hús, við megum hafa ákveðið form á samkomungur eða messur okkar. Ég er alls ekki að segja það eigi ekki að vera. Ég er bara að tala ef við gleymum okkur í því og missum fókusin á hvað fagnarerindin snýst þá erum við bara að bíða. Það er því engin fordæming í Kristi Jesú. Engin. Þú og ég erum frjáls. Við erum frjáls til að vinna og starfa og Guð heldur engu í gegn okkur. En hann segir og hvetur, boðaðu fagnarerindi Guðs ríkisins með lífið þínu. Sum ykkar eru að því, ég veit það. Aðrir ekki. Ég er svona meira að tala til okkar í heild sem söfnuðu Guðs að við tökum höndum saman og segja, heyrðu, þetta er andrúmsloftið sem við viljum, þetta er kúltúrin sem við viljum, þetta er trúin sem við viljum, þetta er fagnarendið sem við lifum fyrir, af því að þetta er fagnarendið sem breytti mér og getur breytt hverri sál. Amen. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þín og miskunn, við þökkum fyrir orðið þitt. Þakka við Drottinn fyrir að við megum taka smá stund og kíkja svona í orðið og skoða og sjá hvað þú kennir okkur og hvað við getum lært og þakka við fyrir þessi vers þarna í Lúkas Drottinn minn fólk ryðjast inn í Guðs ríkið vegna þess að fagnarerindi er svo stórkostlegt. Drottinn, við viljum einmitt endurspegla þetta stórkostlega fagnarerindi sem er kraftur gefinn af þér til sálulhjálp hverju manni og hverju samfélagi. Drottinn minn, við biðjum anda þinn, heilagur andi, við játum þá, við getum ekki gert þetta einn. Við viljum ekki reyna að gera neitt einn. Aðeins fyrir þinn anda hlutinni mögulegir. Svo heilagur andi, fyllt kirkjunni þína, ekki bara hér í Smára kirkju, heldur í landinu okkur öllu. Hvað sem sofnurinn heitir, hvað sem þitt fólk er samankomið, blessaðu þau, Drottinn minn. Vektu lífið innra með okkur öllum, Drottinn minn. Það mættu rísa upp. Að þú mætti vera að gera dýrlegur á meðal okkar. Hátt upp hafinn. Við elskum þig, Jesús, af öllu hjarta. Halleluja. Og langar mig bara að gefa ykkur tækifæri ef að þú ert hér í salnum eða ert að hlusta heima eða hvar þú ert að hlusta og þú hefur kannski ekki tekið þetta skref að leyfa fagnarerindi Krists að snerta með þínu hjarta, þá ætla ég að bjóða að biðja þessa bæn með mér og eftir mér. Himneski Faðir, ég þakka þér að þú ert hinn sanni Guð og þú gafst mér Jesú Krist til að frelsa. Þú komst með fagnarerindi þitt í Kristi
Og nú á þessari stundu vil ég meðtaka það. Guðs ríkið inn í mitt hjarta. Guðs ríkið inn í mitt líf. Guðs ríkið inn í fjölskyldu mína. Guðs ríkið allstaðar í kring mig. Að það megi smitast og veita kraftinn og dýrð. Þakka fyrir þú fyrirgefur syndir og alla vankanta. Þú hjálpar mér að sigra það sem að er. Og ég þakka þér. Komdu inn í líf mitt og endurleystu mig. Amen. Amen. Mér langar bara að segja ykkur að þessi tímamót sem við vorum að lesa í Efesus áðan með krossinn. Og annarkvöld miðvikudag þá erum við með fræðsluna og 7. og hvað þá næsti 21. október þá ætlar hún Susan Ólafsson að koma hér. Hún er frá Nýja-Sjálandi og alveg dásamleg guðskona og hún það eru fáar, ég hef sjaldan heyrt eins góða kennslu nokkuð tíman krossinn og þessi tímamót, þessi merku tímamót sem við varum að lesa í Efesus þegar allt var sett á krossinn og eitthvað gerðist. Og ég ætla bara að segja ykkur að ef þið hafið tíma til að koma þá, hlusta á þér, við ætlum að senda það út líka. Þessi tvö kvöld bara ég skora á ykkur. Það má enginn missa því. Ég ætla bara að segja ykkur það líka að það gerðist miklu meira á krossinum heldur en að foringi sértrúarsafnara var tekinn af lífi. Það var ekki það sem gerðist. Já, það gerðist, en ég meina það sem gerðist ætlar hún að fjalla það sem gerðist og það sem gerðist það sem verkar í okkur í dag. Ekki bara þá, heldur í dag. Ekki bara í framtíðinni, heldur núna. Það ekkert eins gaman eins og að vera kristinn. Það bara ekkert eins gaman. Fyrirgefiði. Ég veit að sumum finnst það ekki að vera neitt gaman. Það gaman. Halleluja. Það ykkur í söng. Syngjum eitt lag. Við hefum rísa á fætur, elskurnar. Syngja eitt lag saman og ljúka svo samkomunni. Það kaffi hérna og já, eitthvað smottir í með, eitthvað vöflum, kaffi allavega ef þið hefur tíma til að staldra við. Nú, það sama reglan, við erum ekki að takast í hendur. Það bara svona Bluetooth faðmlag sem leyfilegt. Og svo sjáumst við. Ég ætla að segja að við sjáumst á morgun. Það hefur verið rosa gaman, en það ekkert að vera á morgun, en það í vikunni. Þið kíkið á það sóking og bænastund á miðvikudaginn og svo náttúrulega samkoma aftur. Guð blessi ykkur, elskurnar. Touching every heart.
Við viljum bara bjóða ef að þið viljið fyrirbæn. Ef einhver vill fyrirbæn, endilega komið fram, við skulum biðja með ykkur. Even when I don't see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.